Fyrirgefðu, ok, núna. Ok, þá bið ég ykkur öll velkomin á fundi íbúðarráðs Laugardals og ég heiti Sabine Leskop, borgarfulltrúi og hér í dag stjórna fundum fyrir hönd Kristínar Elfars Gunnardóttur sem veik. Það svolítið mikið COVID í gangi hjá okkur þannig við erum ekki jafn margir og við erum venjulega. En með mér viljið þið ekki bara kynna ykkur fyrir ungmennaráðið, Þorsteinn? Já, ég heiti Þorsteinn og Við heyrum ekkert í þér. Smá barsla á hljóðinu hjá þér. Heyrist ekki? Heyrist núna yfir? Heyrist hjá okkur? Nei, við heyrum ekki. Já, ok, þið heyrið. Ég sé smá bergmál. Já, ok. Prófa aftur Þorsteinn. Ég heiti Þorsteinn. Glæsilegt, það að klúður hjá okkur, alltaf Yes. Já, ég heiti Þorsteinn og ég fulltrúi foreldrafélaginu í hverfinu. Takk. Lilja? Ég heiti Lilja Selón, ég formaður íbúðarsamtaka Laugardals. Já, Ísak? Ég heiti Ísak, ég slembi valinn fulltrúi, þannig að ég var valinn úr hóp þeirra sem búið að byggja í Laugardalnum þegar þetta verkefni settist það. Og Helga Margrét? Ég heiti Helga Margrét og frá þjónustumiðstöðinni í Efstaleitinu. Og Heimir? Ég heiti Heimir, ég starfsmaður íbúðarráða. Já, flott. Og þá bara yfir til ykkar. Við ætlum bara að hlusta hvað þið hafið að segja í dag. Gjörðu svo vel. Já, ég heiti Ragnar. Vel. Ég heiti Hildur. Hildur. Já. Já, Ragnar heiti ég og einn af nokkrum í ungmennaráði Laugardals, Háaleitis og Bústaðahverfis. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því sem við höfum verið að gera í vetur og hvað hefur verið til umræðu hjá okkur hverfið. Við erum sem sagt ungmennaráð sem opið fyrir unglinga í Laugalækjarskóla, Langholtsskóla, Vogaskóla, Réttarholtsskóla og Álftamýriskóla. Við náum þannig yfir mjög stór hverfi en skiptum okkur oft upp þegar við erum beðin að koma á fundi eins og þennan og sum hverfi eiga bara við hvert hverfi fyrir sig. Við reynum að hittast að minnstakosti 2 í mánuði en stundum það meira ef við erum í undirbúningi fyrir stærri verkefni eins og til dæmis borgarstjórnartillögurnar. Fyrir áramót voru okkar helstu verkefni að auglýsa og gefa út stuðstyrk. Stuðstyrkurinn frábært tækifæri fyrir unglinga til þess að fá tækifæri til að framkvæma hugmyndir sínar á sínum forsendum. Okkur hefur einnig boðast að fara á alls konar fundi þar sem okkur boðið að koma okkar skoðunum á framfæri og reynum að sinna því. Afsakið. Augnablik, fyrirgefðu. Það heyrist mjög vel í Ragnar áðan. Ég veit ekki hvort að þú ert eitthvað öðrum megin við tölvuna, það heyrist örlítið vel. Ég skal bara byrja upp á nýtt. Takk fyrir. Það sem var svona helst innan... Nú heyrist ekkert Það auðvitað stundum og skiptir sæti við að Ragnar. Ok, heyrist í mér? Þetta frábært, takk kærlega. Ok, það sem var svona helst innan okkar áhugasviðs fyrir áramót var fundur með Strætó og fundur LLL-verkefnið, þar sem það eru 2 málefni sem snerta okkur. Flest ungmenni nota Strætó oft í viku og skipulag skólanna í hverfinu klárlega eitthvað sem við höfum mikla skoðun á.
Í byrjun árs bauðst okkur að fara með 2 tillögur inn á borgarstjórnarfund með Reykjavíkurráði ungmenna og það var stórt og skemmtilegt verkefni sem krafðist mikils undirbúnings. Við vorum með margar hugmyndir að tillögum til að taka fyrir þar, en þær sem við ákveðum á endanum að taka fyrir voru tillaga aukna hinsegin fyrir foreldra í grunnskólum hverfisins og breytingu á einkunnarkerfi í íþróttum, þar sem okkar hugmynd var að meiri áhersla væri lögð á vinnueinkunn en færni. Aðrar hugmyndir sem við vorum líka með voru til dæmis að hækka frístundastyrkinn eða hafa meira úrval af ódýrum eða ókeypis námskeiðum og tómstundum fyrir unglinga. Það hefur líka verið til umræðu hjá okkur að fara aftur í að taka fyrir aðgengi fyrir fatlaða eða fólk í hjólastól, til dæmis í félagsmiðstöðvum í hverfinu. Já. Já. Glæsilegt. Já. Takk fyrir okkur. Síðasta fund, ég var því mér ekki á síðasta fundinu með borgarstjórn, en þetta alltaf, ég get virkilega sagt ykkur, þetta eitthvað sem allir hlakka til, sem okkur í borgarstjórn finnst alltaf bara frábært að fá ekki inn og fólk ber virkilega mikla virðingu fyrir þessu. Við erum þetta okkur virkilega rosalega kært að þarna ungt fólk sem virkilega leggja sig fram og ég veit að þetta getur verið svolítið framandi. Það var framandi, ég ekki fædd og uppalin á Íslandi, það var framandi fyrir mig að taka mín fyrstu skref í pólitík og ég veit að framandi fyrir ungt fólk og þess vegna bara svo frábært að fá ykkur þarna inn. Ég get opnað fyrir spurningar, þið með spurningar til unga fólksins? Ég sjálf, já, Lilja. Já, ég hef spurningar. Ég vil bara þakka fyrir góða kynningu og mér finnst frábært að heyra hvað virki í starfi. Og Strætó einmitt, það nokkur ár síðan að þá einmitt funduðum við íbúasamtökunum með þáverandi ungmennaráði Strætó, þannig að þetta eilíðars mál. Bara þannig. En og bara, já, við kannski þurfum að tala nánar það seinna. Mér langaði að spyrja ykkur, þið búin að leggja tillögur fyrir borgarstjórn núna? Já, við erum búin að því. Voru það þessar tillögur sem þið voru að nefna núna? Þessar tvær? Já. Já. Glæsilegt. Hvernig finnst ykkur ganga að hvað maður segja, fá upplýsingar og stuðning við að vinna að tillögum og eiga samtal við borgina? Ágætlega. Ég skildi ekki alveg spurninguna. Það getur verið svolítið flókið að vita hvernig maður eigi að fara áfram með hugmyndir sem maður fær, sko. Að þið hafið hugmyndir einhverja breytingar sem þið viljið gera, hvernig þið eigið að framkvæma þessu. Hafið þið góðan stuðningi í þau verkefni? Já. Búin að senda posta og svona sem koma litur. Já. Ég varpa upp bara til upplýsingar þessum tillögum fundi ekki borgarstjórnar frá 8. febrúar síðastliðnum. Hérna þeirra fyrsta tillaga sem sagt hinseginfræðsluna. Já. Svo seinni tillagan hér breytingu á einhverjar systeminu. Hvernig finnst ykkur svona úrvinnslu? Það sem ég veit, við vorum í forsætisnefnd að samþykkja reyna að vinna tillögurnar frá ykkur hraðar. Af því að þið eru kannski að undirbúa eitthvað, það tekur langan tíma
og svo það lagt fram, svo fer það í ferli og þegar það loksins kemur eitthvað út og þess og þá þið löngu komin í menntaskóla. Hvernig, það væri kannski sniðugt að taka þetta saman svolítið hvað varð úr ykkar tillögum? Eru þið með þetta á einum stað? Þannig þegar nýtt fólk kemur inn til ykkar að þið getur sagt sjáið þið, ok, það tók heilt árs en það varð eitthvað úr því. Það gerist eitthvað, þetta hvarf ekki bara, heldur sjáið þið. Vitið þið alveg þessar tillögur sem komu frá ráðinu í 2019, 2020, 2021, hvað gerðist konkrétt? Vitið þið það? Eða eru þið fólk löngu farin þegar það gerist loksins eitthvað? Fólki farin, við vitum. Já, við erum bara séð svona lista yfir það sem var gert. Já. Og einmitt, og líka þú veist að það kom eitthvað konkrétt úr, það gerðist þá, það væri, ég held að það væri rosalega gaman að sjá fyrir okkur en líka ykkur. Heimir. Já, það sem ekki líka, þeir voru að ræða það í forsætisnefnd og samþykkti það ekki að þessu skuli hraðað að einhverju marki meðferð fagráðanna á þessum tillögum og að skrifstofa borgarstjórnar sé upplýst með jöfnu millibili. Var það ekki eins í haust? Já. Þannig að þeir eru að grípa til aðgerða til að vakta þessar tillögur. Já, einmitt. Já, varstu með spurning? Já, Ísak, gjörðu svo vel, fyrirgeðu, ég sá það ekki. Já, mér langaði bara að hrósa ykkur fyrir velunni störf. Ég hef svo sem enga spurningu, bara þetta er með betri hugmyndir sem ég hef heyrt á meðan ég hef verið í íbúðaráði og eins og með vinna einhvern í íþróttum, eitthvað sem hefur náttúrulega verið talað mjög lengi og eitthvað sem ég finnst bara absúrt að sé gefin loka einhvern út frá einhvern veginn líkamlega atgerfi. Samtök 78, mér finnst það bara mjög flott hjá okkur og vona að þetta komist í gegn. Takk fyrir. Takk. Ég væri með eina spurningu. Nú erum við hjá borginni mikið að tala Langholtsskóli er sprunginn og þannig að og fleiri skólar. Þannig að ég veit ekki hvað þið hafið séð það kom svona skýrsla með alls konar möguleikum. Það er hægt að byggja við hvern einn skóla, Langholtsskóla, Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla. Það er hægt að byggja kannski nýja skóla sem verður bara fyrir unglingastig. Bara svona almennt, hvernig finnst ykkur þessi hugmynd að hafa, ég meina, eigum við bara að vinna með þeim skólum sem eru til og bæta eða byggja nýjan unglingaskóla? Er það eitthvað sem ykkur finnst spennandi tilhugsun? Bara svona persónulega. Já, það var að byggja nýjan unglingaskóla. Já. Það var hugmyndin okkar. Já. Það við vildum gera. Er það spennandi kostur, svona myndi krakkar sem segja já, þetta er það sem við viljum? Já. Hafið þið séð þessar möguleikar sem við erum að skoða núna? Nú heyri ég ekkert. Við skiljum umsögn. Ha? Skiptast stað. Já. Það er eitthvað skilið. Já. Við skiljum umsögn. Já, þið eru búin að skilja umsögn. Ok, já. Og hvað var svona? Við vildum að gera nýjan unglingaskóla. Já, ok. Svona því að það er fleiri möguleikar og val á. Flott. Já. Ok, Ísak? Ég má að benda á mér sem mjög áhugavert að nú eru starfsmenn búin að gera mjög langar greiningar á þessum þrem möguleikum og það er mikið að tala um það að búa til unglingaskóla myndi
eyða sértækri menningu hver skóla fyrir sig og gæti verið krökkunum sem sagt slæmt á einhvern hátt og síðan töluðu við krakkana og það virðist að vera allt annað hljóð. Þannig að mér finnst það bara mjög áhugavert að þetta sé, því ég hafði ekki hugmynd um það að fólk í þessum skólum væri bara mjög til í unglingaskóla. Því ég hugsa að ef ég var á þessum aldri að ég var örugglega mjög til í unglingaskóla líka. Ég var náttúrulega í Vogaskóla og hefði verið til í að vera meiri tengsl við Langaskóla og krakkar í hverfinu. Einmitt. En Já, þegar Lilja? þessi... Já. Ég svaraði bara. Já, ég ætla að segja að þegar þessi hugmynd komin fram og það verður byggt þennan unglingaskóla, þá verður við komin í menntaskóla. Einmitt. Já. Ef hún verður valin. Já. Ég langar að spyrja úr hvaða skólum þið væruð? Ég, Ragnar, úr Laugalækjarskóla. Ég, Númi, úr Langholtsskóla. Ég, Heiða, úr Vogaskóla. Ok. Ég úr Laugalækjarskóla. Já, ok, flott. Þannig að það svolítið ágætis blanda. Já, einmitt, og 3 skólum, flott. En það engin úr Réttarholtsskóla þá til dæmis í hópnum? Nei. Ég úr hverfinu. Já. Ok. Takk. Glæsilegt. Og eru þið öll að halda áfram eða eru þið í hvaða bekkjum eru þið? Við erum öll hérna 3 í 10. bekk og hún í 8. bekk. Já, ok, einmitt. Já, það er náttúrulega einmitt. Alltaf flæð. Hvenær byrja? 8. bekk svona yngsta fólki sem yfirleitt í svona almennt í ráðum? Já, einmitt. Já. Þannig með hefur max 3 ár. Jú, ég ætla að segja til 8. til 10. bekkar. Einmitt, já. Mjög flott. Glæsilegt. Eru fleiri spurningar? Það semtis. Eitthvað, bara takk innilega og ykkur sem hérna að fara úr faðm grunnskólans gangi ykkur rosalega vel í menntaskólanum og ég vona og einlega viss að þið munið græða á þessari reynslu sem þið hafi safnað ykkur í þessu og haldi áfram einhverja lýðræðislega þáttöku þar. Bara við erum alltaf ótrúlega stolt af þessu starfi. Ok. Já, ok. Takk alveg. Takk fyrir að hlusta. Já. Bye. Takk fyrir. Já, alltaf. Æðislega gaman. Takk. Flott, þá Einar að koma eða? Já, hann rétt að koma. Já, ok, flott. Þá það næst bréfþjónustu nýsköpunarsviðs vegna endurskoðunar þjónustustefnu. Það í raun og veru fresturinn að skila liðin en mér skilst að það væri svo sem hægt að senda ennþá ég hef svo sem reyndar ekkert brenna, ég brenna ekkert rosalega mikið að þetta ágætis stefna en hverfisvinkilin svona smávegis inn í þessu, það talað að þjónustuna á að vera nálægt fólki en að öðru leyti hef ég svo sem ekkert sterka skoðanir að við eigum endilega að skila, þurfum þess ekki, en fólk búin að mynda sig einhverju skoðun? Einhver sem myndi endilega vilja að við skiptum okkur á þessu? Mér finnst þetta að vera svona tiltölulega svona high level og lítið sem einhvern veginn svona lítið sem raunin hægt að gagnrýna eða koma umsögnum þannig. Ég meina þetta bara
skilvirkni og fagmennska og alls konar flott orð. Ég meina, ég veit ekki hvað ég ætti að segja það svo sem. Þannig að það eru flott orð. Þannig að þið væri sátt við að við skiljum ekki umsögn. Við þurfum ekki að... Ok. Þá það. Greit. Þá það íbúafundur borgarstjóra í Laugardalnum. Það bara umræða orðið laust. Hvernig fannst ykkur það ganga? Ég má byrja, ég fór á þennan fund, svo fór ég líka á fundin í Árbænum og í Breiðholti og ég myndi segja okkur var ekki bara langt flottastur, heldur fjölmennastur. Það bara mjög ánægilegt að fólki í Laugardalnum svo virt. En já, einhver komment, eitthvað sem vantaði eða var vel gert? Já, Lilja? Þá já, þetta var auðvitað fjölmenni fundur og það var mjög svona, það var auðvitað fór mjög stór hluti af fundinum bara í kynningu og eins og svo sem kom fram í máli borgarstjóra þá náttúrulega hefði verið hægt að halda 10 fundi bara það sem að gerast í hverfinu, sko. Og langar mér rosalega að sjá samanburð á milli hverfa. Ég finnst við alltaf að skrifa umsagnir eitthvað ég sé blessuð íbúasamtökum. En ég veit að það var svolítið tónninn í fólki eftir allavega sem ég heyrði að saknaði þess að væri ítarlegri og meiri umræða húsnæði fyrir skólana og fannst fara ansi mikil tími í að ræða íþróttaaðstöðuna sem þrátt fyrir allt ekki formulegur hluti, það að segja Laugardalinn, sem þrátt fyrir allt ekki formulegur hluti af hverfinu eins og okkur alltaf sagt og við búum við Laugardal, en við náttúrulega Laugardalinn svæði sem að eins og augljóst af því sem að fram lagt hann, ekki svæði sem að okkur ætlað að hafa beina aðkoma að því að taka þátt í skipulagi eða slíkt. eins og sleft best á náttúrulega hverfaskipulaginu sem einmitt á ekki að taka á Laugardalnum. Þannig að það kannski svona, það er allavega eitt af því sem að mér fannst skipta máli að nefna. Þannig að þú myndi kannski vilja helst sjá þennan eina, ef þótt við höfum ekki 10 fundar að minnst að það væri það helst skólamálin, það sem þurfti ítarlegri umræðu. Klárlega ítarlegri umræðu húsnæðismál fyrir skólana, já, leikskólaplássið í hverfinu. Það tvennt kannski svona og svo náttúrulega þessi spyrðing á skólaskyldu, húsnæði fyrir skólaskylda starfsemi eins og skóla íþróttirnar. Það spyrða það við náttúrulega áhuga samtökin að það svolítið flókið. Af því að þá spurning hver ber ábyrgð á því að allir hluti klárist og sé í lagi og skilja sig. En já, það er það sem ég var ákveða og ég veit að það deila ýmsir þeim ákveð með mér. Takk. Einar Sölli komin fyrir Katrínu í dag, velkomin. Við erum að ræða opna fundi, íbúafundin í Laugardalnum. Varstu þar? Nei, einmitt. Lilja nefndi að það var kannski helst skólaumræðan sem fekk ekki nóg mikið pláss þar. Mest rætt íþróttir í Laugardalnum, en það er kannski það sem brýnast núna, húsnæði. Húsnæði, já. Ok. Takk. Fleiri athugasemdir innlegg frá þeim sem voru á fundi? Húsnæðið svona það sem að fólk vill setja á oddinn. Já, Lilja var að nefna það. Henni fannst það var ekki nóg mikið á fundinum. Nei. Þannig að það þurfum við kannski meira. Já. Eitthvað sérstætt þar sem að... Lilja, Einar spyr. Eitthvað sérstætt þar sem að fremra öðru?
Já, sko, við náttúrulega vorum að ræða fundin og fundurinn sem slíkur, það var löng kynning og fyrstu 38 mínúturnar voru bara íþróttaaðstöðu í Laugardalnum sem búið að semja stóra mikla skýrslu og ég veit að náttúrulega íbúarnir í hverfinu að á þeim brennur sem sagt það að skólarnir eru komnir í mjög þrönga stöðu skorti og biðlistar náttúrulega eftir leikskólum í hverfinu hafa sömulegis verið langir og þar höfum við reyndar í íbúasamtökunum líka bent á að það sé óheppilegt að íbúar hér svona að því að við erum náttúrulega svo miðsvæðis að þá getur það orðið til vandræða að fólk í hverfinu hafi ekki forgang að leikskólaplássum í hverfinu. Þannig að það er svona, já, það er þessi þjónusta, það er alltaf bara svo mikil fjölgun í hverfinu, það þarf að ná að byggja upp þjónustuna samhliða. Hefur verið erfitt að fá aðstöðu fyrir krakka á leikskóla? Já, það er náttúrulega biðlistar og svo er náttúrulega, sko, það sem ég hef ekki kallað eftir því, en mér svona hálfpartinn grunar að það sé ansi margir sem séu að miða við að hafa börnin í, sem sagt, nær vinnunni heldur en kannski heimilunum. Við grunar það allavega, ég hef svo sem ekki fengið tölfræði það og það væri áhugavert að sjá það. Takk, flott. Nú er Þorsteinn dottinn út. Hann hlýtur að... Já, hann hlýtur að koma inn. Ok, flott. Já. Gott mál, en annars fannst mér þessi, já, þannig er hann aftur fundur ágætlega hefna, vel sóttur og mjög málefnalega umræður, virkilega. Og svo náttúrulega bara frábært að fá kynninga á hverfisskipulaginu. Þetta verður alveg örugglega fókusinn fyrir þetta ráð hér á næstunni. Og þegar nýr ráð tekur við eftir kosningar. Flott. Ef það er ekkert meira segja fundin, þá förum við í næsta málaútsetningu dagskrá sem er málefni hverfisins og það hafa borist nokkrar tölvupóstir en Heimir var líka með mál sem við fengum ábendingu á. Já, ég rakst á ábendingu það er komin könnun í gang svona í aðdraganda hverfisskipulags í Laugardalnum. Það varpaði upp til ykkar. Veit ekki. Já. Já, þarna, einmitt. Ok. Það er bara að vekja athygli ykkar á þessu. Ok, flott. Þannig við setjum það líka inn á alla Facebook síður. Þannig að ég þekki ekki, þannig lá ekki nákvæmlega fyrir tímalínan hjá Ævar komin inn á fund hjá okkur, var ekki bara febrúarfundurinn. Já. Það er vonað því að held ég þessar vinnutillögur, var það ekki í vor sem vinnutillögur fari í auglýsingu? Já. Sem er þá fyrsti eða annar fasi af tveimur, þar sem íbúar geta skilað inn athugasemdum. Já, og þetta er bara netkönnun sem fer inn í þessa vinnu. Já, þetta er óformlega. Þetta er óformlegra að einhverjum marki. Þannig að þetta er svona, þegar ég tala tvo fasa þá er þetta svona aðdragandi fyrra fasans. Einmitt, já. Flott, þannig endilega dreifið þessu Lilja, já. Já, bara svo ég fylgi þess eftir að þá erum við náttúrulega komið með, það eru komin 25 núna sjálfboðaliðar inn í þessa eldhuga vinnu og sem að við förum að skila á okkur núna til inn í hverfisskipulagsvinnuna og þessar kannanir ég reyni að deila þess á Facebook síðu samtakana en þetta kemur líka inn í hverfishópana og vonandi verður fólk duglegt að svara og svo taka þátt í samtalinu og þetta náttúrulega þessi vinna er gífurlega mikilvæg að taka þátt í henni. Glæslegt. Flott. Þannig við vitum að
að þessu getur miðlað því áfram. Flott, þá hafa borist nokkra tölvupóstur á meðan kannski Heimir varpaði þetta upp, get ég sagt kannski frá því. Ég fengi nokkra ábendingar spurningar Sunnutorg núna og ungu maður sem spurði hvort ekki væri hægt að fegra þetta aðeins á meðan ekkert að gerast með einhver graffiti listaverk. En nú kom fram á fundinum reyndars að það stendur til að gera aðra tilraun núna að koma húsi að koma þessu áfram til einhvern sem að leigja þetta að borginni og geri það upp, þannig að það stendur sem sagt til, þannig það verður líklega ekkert af graffiti listaverki, en þetta ráð hefur náttúrulega verið mjög jákvætt gagnvart slíkum listaverkum, þannig ég mun kannski benda honum á að halda áfram að leita að góðum stað, af því að þetta gerir svo rosalega mikið fyrir umhverfið og fólk rosalega jákvætt gagnvart. Skiptir máli. Já, flott, og svo náttúrulega vonum við að það kemur leigutaki í Sunnutorg. Ég vil taka þetta yfir og hugsa þetta. Já, einmitt. Það hugmynd að auglýsa þetta sem sagt og einhver tekur þetta á leigu og gerir hugsa vel það sem hann kaffihús. Já, frábært. Flott, af því að það náttúrulega ekki borgin sem getur rekið. Nei. Kaffihús. Nei. Flott. Kannski heldur ekki gera það? Já, einmitt. Heimir, ertu... Já, ég varpa upp þessum tölvupóstum, það er bara svo óþægilegt að varpa beint... Já, þannig að þú kópir þetta bara inn. Mjög gott. Það kom spurning frá Steinu Elisabethu og þetta eru nokkra svona skipulagsspurningar sem hún með. Hvenær áætlað að hefja byggingu grunnskóla, nýja Vogahverfinu, hvenær kemur brú yfir á Geirsnið frá Vörputorgi í nýju Vogabyggð, hvenær áætlað að setja göngubrú eða undirgöng fyrir börn og aðra sem þurfa að sækja skóla yfir Sæbrautina eru bara ára lífshættu. Það var líka nefnt á íbúa fundinum. Hvort kemur undan Sundabraut eða Sæbraut í Stokk. Já, og stóra spurningar, ekki búist við að svæði frá Holtavegi að Sprengisandi verði stærsti flöskuháls landsins eftir að Sundabraut kemur, sem skapa ennþá meiri hætti fyrir þau börn sem þurfa að leggja leið sína yfir hana. Stóra spurningar en við suma getum við samt svarað, eða minnst að kosti svara hvernig staðan er í augnablikinu og ég legg til að ég og Heimir eða Kristín Elva þegar hún er komin aftur svörum henni og setjum þetta svolítið saman. Sumt veit ég ekki alveg með brúi yfir á Geirsnið frá Vörputorgi, Sundabraut eða Sæbraut í Stokk. Ég myndi nú sjálf giska að Sæbraut í Stokk verður raunverulega komin töluvert á undan. Var ekki það er ekki komin taki hendur þá, var ekki verið svona það er ekki komin útfærsla nei, en samkomulag að þetta er gert. Já, en það er ekki komin útfærsla, það er ekki komin umhverfismat og allt það vantar mikið upp á þetta. Já, einmitt. Já, þannig að viljið þið taka til máls eina af þessum spurningum sérstaklega, annars myndi ég leggja til að við köstum svörunum og svörum henni. Já, Lilja? Mér langar bara að segja, mér finnst náttúrulega frábært að fólk skuli vera svona ötult að koma á framfæri sínum erindum og ég held að þetta með skólaakstur, það er að segja það að börnin í Vogabyggðinni geti haft skólaakstur, held ég hljóta að vera dálítið mikilvægt. Algjörlega. Það er svona, en bara eins og þarna, ég minna Sundabrautin, var ekki verið að tala þetta sem stærstu samgönguframkvæmd bara á landinu og við erum með þetta í fanginu hérna. Já. Þetta er svona bara eitt af mörgu sem þið gangi í okkur. Einmitt. Já, viltu bara nefna það. En já, þetta er mjög góð þessi umræða og auðvitað fólk bíður eftir að fá
fá tímasetningar. Já, algjörlega. Og hérna, ég tek undir, það bara frábært þannig við sjáum að fólk í Vogabyggðinni og þetta greinlega einhver sem á heima þarna, byrja að taka virkan þátt í okkar starfi, þannig að það leita til okkar, sannlega bara hérna frábært. Þannig við skulum reyna að finna út úr þessu og svara því. Flott, næst. Þarna snjómokstur. Helga Jónína. Býr í Laugarneshverfi. Sabína, á ég að taka þetta? Já, gjarnan takk. Já, ég svaraði henni Helgu Jónínu eftir bestu getu. Hún er með nokkrar spurningar var það snjómoksturinn. Og hún spyr meðal annars, hægt að bæta yfirlitskorti yfir hvaða gangstéttir eru mokaðar, sandaðar og saltaðar, sem sagt forgangsmokstur gangstétta. Við fórum yfir þetta á síðasta fundi, hvernig má finna þessar upplýsingar og ég kom þessi á framfæri við hana eftir bestu getu. Ég get varpaði upp líka eftir ef þið viljið. Hérna talar hún líka hægt að fara fram á moka sem fyrir gangandi vegferð, fara gangbrautum næst eða það snjóar, mikill misbrestur á því í vetur. Þetta þekki ég ekki nákvæmlega hvernig gert í hefðbundum vetri en án þess að þekkja nákvæmlega til, þá myndi ég nú halda að það væri nú sannlega gert án þess að þekkja það. En eins og ég þekki þá hefði þetta verið kannski dálítið óhefðbundnir síðustu 2 mánuðir. Skyldi borgarna var þetta snjómokstur akvegi í Húsagötum. Ég get líka komið inn á það eftir. Svo kemur hér stendur til að bæta mokstur akvegi og göngustíga í Húsagötum á komandi vetri og ekki hverjir eru rökin. Það væntanlega bara svona pólitísk ákvörðun hvernig skal haga því og svona samblandast af því hvernig haldið á þjónustunni á umhverfisskipulagssviði. Og svo hún að vísa til þess hvernig þetta er gert í Noregi, haugar af snjó sem eru einfaldlega fjarlægðir. Þetta þekki ég ekki nákvæmlega en ég hef nú séð þó dæmi það að þessir haugar séu fjarlægðir. Jú. Þetta er búið að gerast lengi í Noregi, mörg ár. Já, einmitt. Að moka snjónaburstu. Já, einmitt. Ég get ávarpað þetta með aðeins nánari hætti hérna með því að fara inn á heimasíðu borgarinnar þá sömu og ég notaði fyrir ykkur til að kynna sér þjónustu síðast. Varðandi Húsagöturnar, þá bendi ég á þessa klausu hér. Íbókuður hreinsaði þær eru þungar engabílum, mikil hálka eða snjódýpt meira en 15 cm. Út af þessari reglu hefur þó verið brugðið. Snjósensum takmarkast við að gera götur akfærar. Það hefur sannarlega verið mikil hálka og örugglega í mörgum tilfellum meira en 15 cm snjódýpt. En ég bendi líka á að þessar íbúgötur, þær eru hins vegar aftast í þessum forgangi. Það eru stofnbrautir og strætóleiðir og fjölfarnari safngötur sem eru í forgangi. Það sem ég bendi henni á, hvað hét bréfritari Helgu Jónínu, bendi henni á borgaröðsjana, hérna sjáu þið stígana og með því að ýta á þennan hnapp hérna, sjáu ekki músinu mína, þá sér maður hvað þessar línur þýða. Þá bara finna litin og fara í skýringarnar. Og ég vek nú athygli á því að það byrjar náttúrulega ekki þessar tölur með svona því að það byrja að snjóa nótt, að gera það nú hins vegar ekki alltaf. Þannig að þetta í það minnsta forgangurinn. Og ég kom þessum upplýsingum á framfæri við hana Helgu og benti henni jafnframt á ábendingavefinn. Já, einmitt. Frekari ábendingar og svona aðgang á upplýsingum. Sem hefur held ég verið að hrynja núna á síðustu vikum held ég las einhvers að það komu 3500 ábendingar en þetta voru náttúrulega
Svo það verður ekki snjóa mikið, þriðja mesti þjóðþingsti hérna veturinn í 100 ár. Það snjóa mikið hvern dag, þannig að fólk í önnu kafið að halda þessum forgangi í gangi. Já, en við náttúrulega verum líka að hafa hérna skilning á því að þetta var svolítið erfitt fyrir marga og hérna það var þannig að, já. En við fáum náttúrulega líka alltaf þessi hefðbundnu kynningu frá Hjalta sem fer með okkur yfir moksturinn og þessar hlutir. Já, svo þessi 3 tölvupóstur Sabíne. Já, næsta. Já, þetta var slóð á opið bréf frá hérna foreldrafélögum sem var send þarna í aðdraganda íbúafunda og spurningin þar sem sagt hvort við höfum skoðun á þessu og hvort við erum að beita okkur fyrir hérna þetta sé að hérna gera sem fyrst. Ég held fyrsta spurning alltaf hérna okkar var held ég alltaf að við vorum töldum okkur ekki fæstum að skýra hérna umsögn hvaða kostur við myndum vilja sjá. En svar við næsta spurningi hérna klárlega náttúrulega já, við hérna höfum lagt áherslu að það þarf að finna lausn sem allra fyrst. Eitthvað fleira sem þá hérna getum við svara henni. Honum, já, gjaldkeri, já, gjör svo. Nei, maður Þorsteinn ætla að segja eitthvað, ég velti fyrir mig, sko, þarna náttúrulega verið að óska eftir þess, þetta svona sami tónnin og ég var að nefna hérna, það er að segja, skólastarfi þetta í gangi núna, við vitum að skólarnir eru mjög þéttsetnir og það er þessi spurning tímalínuna og hvaða lausnir verði hægt að grípa til sem sagt tímabundið til þess að leysa og vanda skólana og svo hvenær þeir fara þá í einhvers konar framkvæmd. Einmitt, það var það sem hérna einmitt við viljum leggja áherslu á. Já, Ísak? Nei, þú varst bara hérna Flott, þá held ég ekkert meira á málefni hversins. Já, þá bara lokaði liðið. Já, þá bara hérna þökkum við þeim sem hafa horft á í streyminu og að lokum fundi það sem við erum að fara yfir styrkmálin núna.